Jæja, velkomin aftur. Við ætlum að halda áfram með Roy DeMeo. Anthony Frank Gacci fæddist árið 1925 í New York og Gacci hætti sína rekja til Palermo í Sikiley. Fljótlega fóru allir að kannast við hann sem Nino Gacci og var hann aldrei kallað neitt annað nema þegar hann auðvitað fór fyrir dómara. Cosa Nostra er upprunalega frá Sikiley og framan af var erfiðara fyrir einstakling frá meginlandinu, til dæmis Napoli eins og Roy DeMeo frá, að klifra upp metorrastiga glæpasamtala. Gacci tilheyrði Sikileyjar væng Gambino fjölskyldunnar og átti þó nokkur skyld með nýju samtökum. Það er sem sagt, eins og ég hef sagt áður, það er nóg að vera frá Ítalíu, en það var þannig sérstaklega framan á, til dæmis alveg fyrst þegar mafían kemur hana 1920 eitthvað þegar hún er svona farin að dómnera, þá þurftur að vera frá Sikiley, svo var þið breytt frá Ítalíu og núna er það nú oftast þannig að enda mismunandi eftir fjölskyldum að pabbinn, að nóg að pabbinn sé ítalskur. En það er alltaf svolítið meira töff að vera frá Sikiley. Það er bara þannig. Og svona flestir, mafían er náttúrulega breyst mikið í gegnum árin og flestir mafíu spekulantar eru á því að menn eins og Nino Gacci, þeir eru ekki til lengur. Þetta er útdauð svona týpa. Gacci var mjög agaður og fór í einu og öllu eftir lögmálum og reglum Cosa Nostra. Mafían var allt fyrir Gacci, hann lifði og hrærðist í öllu tengt Cosa Nostra, hann var mafiosi 24/7. Þetta var ekki bara að vinna fyrir honum, þetta var lífstíll. Eins og allir þurfa að gera, þá byrjaði Gacci sem associate, síðan hermaður, eða mate member, og svo loks kapteinn sem svaraði beint til Don Carlo Gambino og síðar Don Paul Castellano. Nino Gacci var stoltur mafíósi, hann var stoltur af því að vera glæpamaður. Hann var með sólgleraugu innandyra, klæddist oftast svörtum fötum og talaði eins og glæpon úr bíómyndunum. Hann var einu sinni lýst sem teiknimyndalegum glæpamanni eða cartoonis. Þessi glæpa ára sem skein af honum var svo yfirþyrmandi. Gacci var aldrei klæddur casual. Hann var alltaf í svörtum jakkafötum og frakka. Faðir Gacci var rakari og vildi að Nino myndi taka við rakarastofunni með tíð og tíma. Þrátt fyrir að vera duglegur og iðinn fannst Gacci þetta vera allt saman hálf tilgangslaust. Hann horfði frekar til frænda síns, Frank Scalise, sem var þungavigtarmaður í mafíunni og einn af stofnendum Gambino fjölskyldunar. Langflestir og þá sérstaklega lást þetta fólk sem ólst upp í kreppunni New York fór ekki varhluta af þessum umbrotartímum. Lífið var virkilega erfitt. Sem barn sá Gacci með eigin augum hverjir það voru sem flutu ofan í Brooklyn. Það voru glæpamenn. Einu sem áttu bíla á þessum tíma voru aristókratar eða gangsterar. Rakarastofa voru á þessum tíma hálfgerðar félagsmiðstöðvar og rakarastofa Gacci fjölskyldunar var oft full af fólki. Ungur Nino Gacci var fljótur að sjá hverjir það voru að viðskiptavinir föður hans sem nutu mestu virðingarinnar. Það voru ekki læknarnir, lögfræðingarnir eða löggunnar, nei, það voru gangsterarnir. Gacci skráði sig í herinn en þurfti að hætta vegna augsjúkdóms. Hann var alltaf viðkvæmur fyrir birtu og sá mjög illa án gleraugna. Það var ekki mjög svona gangsta að vera með gleraugu, ekki einu sinni á 7. áratugnum, þannig Gacci lét dekkja gleraugun sín til að fela Mr. Magoo-lúkið. Þrátt fyrir að vera nokkuð greindur og eiga tiltölulega auðvelt með nám, þá hætti Gacci í 8. bekk, sem var ekkert óalgengt á þessum tíma. Eftirspurnin eftir börnum sem vinnuafl var töluvert og Gacci var með hinar og þessar íhlaupavinnur fram á unglingsárin. Eins og með svo marga þá breyttu unglingsárin Gacci og hann gekk til liðs við götugengi. Fyrir einstaklinga sem ætluðu sér að fara út í glæpi er þetta algeng leið, vekja á sér athygli í götugengi og vonast eftir því að einhver atvinnuglæponi eða mafíósi taki því upp sem skjólstæðing sinn. Þrátt fyrir að aldrei verið sterkasti maðurinn í götunni var Gacci óttalaus og óhræddur við að taka við barsmiðum. Hann var tilbúinn að ganga mjög langt og hikaði ekki við að beita fyrir sig vopnum til að jafna leikinn. Ef þú vannst Gacci í slagsmálum þá er eins gott að vera með augu í hnakkanum. Gacci mun bara koma aftur og aftur.
Lögreglan í New York var í kringum miðja 20. öldina afar spillt og hikuðu ekki við að berja fólki í spað fyrir litlar sakir, sérstaklega þessa götugengja pjakka. Írar voru með sérstaklega sterk tök í lögreglunni á þessum tíma og þeim leiddist ekkert að berja hortuga sýkilinga eins og Gatsby. Allar þessar lögreglubarsmiðar sem Gatsby var fyrir á þessum gengjaárum sínum gerðu ekkert annað en að herða hann upp. Hann þótti vera svona stand-up guy eins og við segja. Dugnaður og eljusemi einkenndi Gatsby á hans mótunarárum. Hann var mjög bókstaflegur og fór eftir þeim reglum sem hann sjálfur samþykkti og réttlæti ávallt allt sem hann gerði út frá eigin viðmiðum og gildum. Viðmiðum og gildum sem náttúrulega komu fyrst og fremst frá Cosa Nostra. Þrátt fyrir að vera anti-social psykopati þá vék Gatsby sjaldan út frá þeim gildum sem hann sjálfur hefði sett sér. Gatsby ákvað að vera glæpamaður og gerði það mjög vel. Stal og beitti fólk ofbeldi til að ná sínu fram. Í einum frænda síns Scalise verður Gatsby associate hjá Gambino fjölskyldunni. Bílaþjófnaður vaxandi iðngrein hjá mafíunni og Gatsby kemur upp hópi sem rænir bílum í New York og selur til Texas og Mexíkó. Gatsby að múta starfsmann hjá bílaeftirlitinu sem býr til falsaðar skráningar fyrir alla á bíla sem hópurinn stelur. Árið 1960 myrðir Gatsby mafjósann Jimmy Jerome og í kjölfarið vígður inn í Gambino fjölskylduna. Nokkrum árum áður kynnist hann eiginkonu sinni Rose og eignuðust þau 3 börn saman. Eins og með DeMeo þá var Gatsby flókinn einstaklingur og maður andstæðna. Þrátt fyrir umhverfi þar sem hjákonur og hálfgert svall þykja vera sjálfsagður hlutur var Gatsby alltaf trúr eiginkonu sinni. Eiginkona sem segist í nýlegu viðtali ennþá saknast þrátt fyrir að glæpir hans hafi verið opinberaðir. Handritshöfundar leita oft til sannra glæpasagna fyrir innblástur og eitt slúðri sem ég heyrði var að persónan Johnny Sax úr Sopranos hafi verið byggð að einhverju leyti á Nino Gatsby. En allavega öll 3 börnin öll 3 Gatsby börnin hafa lifað heiðvirðilega og ekki komist í kast við lögin eins og pabbi sinn sem vildi aldrei að þau kæmu neitt nálægt sínum viðskiptum. Þrátt fyrir að vera ágætis eiginmaður og faðir var Gatsby mjög stjórnsamur. Hann lifði frekar fábrotnu lífi á yfirborðinu, var ekki með flassi en bjó í afar stóru húsi í Bensonhurst, Brooklyn. Hann krafðist þess að öll börnin sín, makar þeirra á börn, bjuggu hjá honum, að minnsta kosti framan af. Hann var höfuð fjölskyldunar og það eru börnin hans, tengdadætur og tengdasynir, barnabörn og eiginkona virða. Sem sagt algjör einræðisherra en ekki allslæmur einræðisherra, enda urðu öll börnin hans miklir föðurbetrungar. Gatsby vildi ekki einungis stjórna nærfjölskyldu sinni, heldur stjórna hann einnig lífi systur sinnar og syni hennar Domino Montiglio, sem kemur heldur betur við sögu í þessari frásögn. Þrátt fyrir að vilja halda börnum sínum frá glæpum hafði Gatsby ekki sömu plön fyrir Montiglio. Þarna kemur skítlegt eðli Nino Gatsby í ljós. Hans eigin börn skulu vera hlífð en það má fórna litla frænda sinn. Faðir Domino Montiglio var satt að hypja sig sem hann nú gerði, enda vissi hann vel að Gatsby myndi einfaldlega drepa hann ef hann mótmælti. Segja má að Gatsby hafi rænt frænda sínum frá föður hans til að grúma hann sem glæpamann og skósvin sinn. Systir Gatsby og Montiglio Jr. enda á því að búa í Gatsby setrinu. Gatsby þótti vissulega vænt Montiglio og frænda sinn, en það þurfti alltaf vera hans forsendum og hann stjórnaði nær öllu lífi hans svona framan af. Það er ekki ofsögum sagt að Gatsby hafi grúmað Montiglio og frænda sinn til að þjónusta sig sem glæpamann. Á meðan Gatsby var með jákvæð plön fyrir sín eigin börn, þau áttu að vera lögfræðingar og læknar, þá mátti Montiglio ekki einu sinni vera bekkjaformaður, þar sem það fól í sér að láta kennara vita af óæskilegri hegðun bekkjarfélaga. Það er auðvitað hegðun sem uppljóstrarar sýna af sér og Nino Gatsby var alveg harður á því. Það verða engir uppljóstrarar í minni fjölskyldu. Þegar Gatsby og DeMeo kynnast sá síðarnefndu á hraðri uppleið í undirheimum New York-borgar. Þetta er svolítið eins og því að vera kannski hrikalega góður körfuboltamaður og þú spilar á, sem spilar í, segjum Íslandi. Það er maður sem vil fá það til þess að spila í Frakklandi, fyrir lið þar, frábært lið og allt svoleiðis. En þú ert að bíða eftir að NBA-liðin hafa samband við þig. Það er svolítið þannig með DeMeo. Hann er að flörta við Lucchese fjölskylduna en innst inni hann hefur
mikil svona, hann hefur þannig metnað, hann veit að ef hann fer inn í Lucchesi-fjölskylduna þá hann ekkert að fara út úr henni. Þannig hann vill bíða eftir Gambino-fjölskyldunni. Af því þeir eru þannig á þessum tíma ásamt kannski Genovese-fjölskyldunni stærstir. En De Meo einmitt, hann bara fluggengur allt hjá honum. Hann kaupir sér virkilega flott hús á Long Island sem þannig aðeins fyrir utan New York og bara einn af aðalgaurunum í Flatlandshverfinu í New York sem þar sem hann svona höfuðstöðvar eru. Lucchesi fjölskyldan var fyrst aðaltengiliður De Meo en núna loksins hafði Gambino fjölskyldan sýnt honum áhuga. Árið 66 Gazzi orðinn tengiliður De Meo til Gambino fjölskyldunar og kynnir hann fljótlega sem associate fyrir hinum mafíumeðlimum. Þannig hann hefur sest niður með þeim í Lucchesi fjölskyldunni, við viljum fá hann til okkar og það sem hann bara associate, þeir hafa bara samþykkta, þeir hafa kannski fengið eitthvað tilbaka, en núna hann komin undir í raun og veru De Meo fjölskylduna. Hann svona til reynslu hjá þeim allavega. Þannig að þegar slíkt gert, þegar svona opinberlega orðin associate, þá getur engin mafjósi leita til Meo nema í gegnum Gazzi eða fá leyfi frá honum, alveg eins og Gazzi hefur þurft að gera með Lucchesi mennina, hann hefur þurft að fá leyfi hjá þeim fyrir að hitta De Meo. Þetta auðvitað áhætta fyrir alla. Menn geta hafa verið drepnir fyrir að kynna associate sem reynast hafa verið uppljóstrarar, jafnvel lögreglumenn. Þannig þegar þú gengur þú segir við hann friends of ours eða eitthvað svoleiðis, eða friends of mine, þá ertu að segja að þetta náungi, þú ert eiginlega svona hálfgerðlega svona sponsor og tekur ábyrgð á hann. Þannig þegar Donnie Brasco, associate fyrir Bonanno fjölskylduna, reyndist vera alríkislögreglumaðurinn Joe Pistone, voru nokkrir meðlimir fjölskylduna myrtir, þar á meðal þeir sem báru ábyrgð á því að hafa hleypt honum inn fyrir þröskuldinn. En samband Gazzi og De Meo Sambandi hefst 1966 og stendur yfir þar til De Meo myrtur 83. Sambandi heldur áfram að þróast og smá saman verður De Meo tekjast maðurinn undir Gazzi, sem þýðir auðvitað umslagið stækkar alltaf. Allt sem De Meo gerir fær Gazzi hlut af sem hermaður og seinna með kaftinn. Á toppnum við auðvitað með guðföðurinn sem fær prósentur af öllu saman, alveg frá kaftinum niður í low-level associates. Á sama tíma leiðir De Meo og Gazzi liggja saman, þá kynnist De Meo Harvey nokkrum Rosenberg. Harvey Rosenberg fæddist 1950 í Canarsa í hluta Brooklyn og ólst upp innan ítalska innflytjendur. Öll gatan var ítölsk, nema Rosenberg fjölskylda og það verður seint sagt að Harvey hafi verið stoltur af uppruna sínum. Mjög ungur breytir Harvey nafninu sínu yfir í Chris. Harvey var allt og hebreskt og samkvæmt honum ekki í takt við ímynd karlmennskunnar. Þráttur að vera eini gyðingurinn í hverfinu datt engum í huga að ráðskast eitthvað með Rosenberg. Hann var fljótur að vingast við réttu aðelna og féll inn í hóp glæpamanna sem flestir voru á ítölsku bergi brotnu. Þessi minnimáttakennd háði Rosenberg allt hans lífs. Hann þráði að vera ítalskur og setti sér það markmið að verða fyrsti ekki ítalski eða non-Italian meðlimur mafíunnar. Sem náttúrulega alveg fáránlegt, sem segir líka heilmikið sjálfsálitið hjá Rosenberg sem vonaðist eftir því að Cosa Nostra myndi brjóta aldagamlar hefðir svo hann yrði innviðurinn í mafíufjölskylduna. En þrátt fyrir kjánalegar væntingar var Rosenberg virtur í hverfinu og harður í horn að taka. Aðeins 13 ára var hann farinn að selja eiturlyf, þá einna helst marihuana og heroín. Rosenberg handtekinn nokkru sinnum fyrir eiturlyfjasölu og bílaþjófnað, en sleppur með skrekkinn og málunum vísað frá þökk öflugum lögfræðingum sem ítalskir mafíufélagar hans redda. Árið 66 kynnist Rosenberg De Meo sem tekur hann undir sinn væng. 16 ára gamall Rosenberg í fullri vinnu hjá De Meo við að stela bílum ásamt nokkrum jafnöldrum sínum úr hverfinu. Samband Rosenberg og De Meo þróast út í mjög náinn vinskap. Þar sem De Meo var áratug eldri voru þeir eins og litli og stóri bróðir. Þeir hittust í afmælum, kvöldverðarboðum og fjölskyldur þeirra þekktust. De Meo hélt reglulega grillveislur og barnaafmæli og alltaf var Rosenberg á svæðinu. Gyðingurinn Rosenberg langaði svo að vera ítalskur
og hann notaði stundum við DeMeo eftirnafnið, sem sagt Harvey Rosenberg varð af Chris DeMeo. Það var einmitt þessi löngun hans til að segja skilið við hebrean í sér sem kemur honum heldur betur í vandræði seinna með. En allavega Rosenberg, hörkuduglegur glæpon, er komið með eigið verkstæði langt fyrir tvítugt, þar sem starfsemi var í gangi 24/7. Á daginn viðgerðir á heimilisbílnum en nóttina kemur önnur vakt sem rífur niður stolna bíla í varahluti fyrir DeMeo og Gambino fjölskylduna. Það var mikil fengur fyrir DeMeo að hafa náð Rosenberg, enda fékk hann hluta af öllum hans tekjum. Umslagið sem DeMeo fór með til Gatsi stækkaði og stækkaði. Guðfærinn var farin að taka eftir honum þar sem hann er jú á toppnum og á píramídanum og fær hluta af öllu. Í kringum 1970 kaupir DeMeo krá sem hann skýrir The Gemini Lounge. Þessi krá er komið með alræmdan stimpil á sig enda var hún endastöð fyrir tugi fórnarlamba. Á svipuðum tíma tekur DeMeo til sín 2 unglinga sem hann kynnti gegnum Rosenberg. Þessir einstaklingar 2, þeir eru nú heldur betur efnileg skítseiði en ég er að tala tvíeykið Anthony Center og Joey Testa eða Gemini tvíburarnir. Þeir voru kallaðir Gemini tvíburarnir eða Gemini Twins að þú gast alltaf fundið þá á Gemini Lounge kránni. Í gegnum þessa frásögn koma nöfn þeirra Testa og Center mjög oft upp og oftast bæði nöfnin á sama tíma, þannig ég mun oft vísa til þeirra sem tvíburana til einföldunar. Frá því að þeir voru börn hefur Testa og Center eytt nær öllum stundum saman, voru eins og hálfgert par þeir voru það nánir. Klæddu sig svipað, hlustu á sömu tónlist og stálu bílum saman. Í byrjun var það með bílaþjófnaði sem þeir vöktu athygli á sér, fyrst í gegnum Chris Rosenberg og svo DeMeo, og á endanum fara þeir að limlesta og myrða fólk út alla austurströndina. Rosenberg var algjör spaði, 5 árum eldri en tvíburarnir og búinn að sjá fyrir sér í gegnum eiturlyfjasölu og bílaþjófnað síðan hann var unglingur. Og tvíburarnir litu upp til hans og það var ekki erfitt að fá þá til að spila með. Tvíburarnir voru ekki bara góðir í því að stela bílum, þeir lifðu fyrir bíla, ekkert ósvipað á DeNome gerði. Aðeins 16 ára gamlir eru þeir orðnir sjóaðir í því að rífa í sundur stolna bíla og selja úr þeim varahluti. Oft á tíðum fékkstu meira fyrir varahlutina heldur en bílinn sjálfan og stolnir bílar voru gjarnan teknir í sundur og seldir í mörgum pörtum út allt land og jafnvel erlendis, eins og áður hefur komið fram. Sem skjólstæðingur DeMeo þá kynnir Rosenberg tvíburana fyrir honum og þeir enda sem 2 af hættulegustu mönnum gengisins og í raun New York borgar. Fyrir utan DeMeo sjálfan þá drap engin fleiri menn heldur en Testa og Center gerðu. Og sjálfsög gerðu þeir oftast í sameiningu. Bæði Testa og Center fjölskyldan var með tengslin í mafíuna, þeir ólust upp rétt okkur með öðrum í sama hverfinu. Það er ekki miklar upplýsingar fjölskyldaðastæður Testa, en hann var einn af 9 systkinum og ól sig svona mestuleyti sjálfur upp. Það er aðeins meiri upplýsingar Center fjölskylduna en Michael Center, faðir Antonís, var smáglæpamaður og fyrirleitinn vinnandi mann. Center var alinn upp þannig að 9 til 5 líferni væri bara fyrir aumingja. Hjónaband Center hjónanna einkenndist af ofbeldi og viðbjóði. Mamma Anthony var barin reglulega af föður hans og það var í raun og veru bara yfirdrifið ofbeldi. Þannig hann mjög ungur horfir hann upp á pappa sinn lemja mömmu sinna alveg í spað og fara mjög illa með hana. Og eins og svo oft áður með svona börn þá leitaði út fyrir heimilið þannig hann bara vildi helst ekkert vera heimi á sér, eðlilega. Frændi sem sagt Center fjölskyldunar, Robert Center, var svona nokkuð stór glæpamaður og hann hafði mikil áhrif á uppeldið hjá Anthony. Michael Center, hann deyr úr heilablóðfalli þegar Anthony er táningur og Robert tekur hann upp á sína arma. Robert Center var í raun og veru með hann var í alls konar hlutum, seldi eiturlyf og hann var aldrei innviður inn í mafíuna en nokkuð stór glæpamaður og eitt af því sem hann gerði, hann rændi fólki, mest öðrum glæpamönnum. Það er náttúrulega auðveldast að ræna öðrum glæpamönnum af því að þeir leita sjaldnan til lögreglu. Og mannrán á þessum tíma voru algeng. Robert vann fyrir írskan glæpananafni James McBratney og þeir rændu oft öðrum glæpamönnum og heimtuðu lausnarfé fyrir þá.
Þeir voru gjörsamlega óttalausir, þeir meðal annars rændu innviði mafíusum, þeir rændu meðal annars mafíusa úr Lucchese fjölskyldunnar beint fyrir framan nefið á Jimmy Burke, sem var einn af hættulegustu mönnum hana í bænum, en þeim var alveg skítsama. En þeir hins vegar gera stór mistök þegar þeir ákveða að ræna og myrða svo frænda Carlo Gambinos, sem guðföður Gambino fjölskyldunar og einn valdamesti glæpaforingi í heiminum á þessum tíma. Auðvitað sættir guðfæðurinn sig ekki við þessi málalok. Hann veit bara strax, hann fattar strax að McBratney stóð fyrir þessu mannráni. Gambino fær engan annan en John Gotti til að drepa McBratney og eftir morðið á honum var John Gotti innvígður inn í Gambino fjölskylduna. Ja, sem sagt, það var nokkuð fyrirsjáanlegt að Testa og Center myndu enda í mafíunni og fara þá leið sem þeir kusu að fara. Þeir voru að minnsta kosti aldrei fara að verða einhverjir altarisdrengir. 18 ára gamall Testa stunginn í barslagsmálum og deyr næstu því. Á meðan Testa að jafna sig á spítala með samanfallið lungu, þá Center kominn á stað og ætlar sér að hefna fyrir vin sinn. Það endar þannig að Center finnur hnífastungumanninn og lemur hann svo illa að viðkomandi endar með heilaskemmdir og stofnanamatur eftir árásina. Eins og áður komið fram voru tvíburarnir mjög nánir, en flestir eru svona á því að það var oftast Testa sem leiddi og Center fylgdi með, en það var hann mjög hollur vinum sínum. Já, hlutinir bara ganga vel hjá Dimeo, það allt bara í blússandi uppgangi hjá honum. Hann komið með hóp undir sig sem allir eru að láta hann fá hlut á öllu sem hann gerir. Og lífið bara æðislegt á þessum árum. Á nýja heimili sínu á Long Island kemur Dimeo fyrir lyftingaherbyggi. Hann elskaði að lyfta lóðum og þótti nú vera ágætur í backpressunni. Eftir því sem Dimeo varð ríkari keypti hann einnig byssur og var kominn með sæmilegt vopnabúr, og þá ég ekki að tala um einhverja undir yfir tvíleipur eða einhverja riffla, ég að tala bara um vélbyssur og Kalashnikov og Uzi og allt þetta svona blautur draumur glæpamannsins. Og hann setur upp skotæfingasvæði á landi sem hann átti rétt fyrir utan borgarmörkin. Þar hann oft að hanga og skjóta, hann tók sonur hans mikið með honum hana, þeir eru með einhverja bústaði þarna og hann leiddist ekki að vera þarna og skjóta, hann elskaði allt í samtöku við byssur og var að prófa með hann að sljótifa sem hann sjálfur hafði búið til. Bara eins og allir alvöru glæpaforingjar, þá vildi Dimeo að hans menn væru tilbúnir undir hvað sem og hann gerði þá kröfu að þeir kæmu reglulega til hans hana út í sveit að skjóta. Í þessu samhengi kom upp mjög skondið atvik, en allt gengi mætt og ætlaði að eyða sunnudags eftirmiðdegi að skjóta úr alls konar vopnum. Þá ég að meina hríðskotabyssum, herrifflum, haglabyssum og svo framvegis. Þeir voru að prófa nýjustu hljóðdeyfana og hvernig var auðvelt að skjóta fólk og annað slíkt. Það þarna einn yfirgangsseggur í sveitinni sem fannst hann sjálfur mega aðeins meiri en aðrir og hann hafði komist upp með alls konar kjaftaði gennum tíðina. Við þekkjum þessar týpur, þessar típisku svona frekjur sem einhvern veginn þykjast eiga allt og það alltaf að vera þeirra forsendum og komast upp með þetta kjaftaði með því að vera bara háværir og ógnandi og svo framvegis. Flestir sem komu frá borginni og áttu land á þessu svæði voru læknar og lögfræðingar eða aristókratar frá ríkum fjölskyldum, en svo voru við með Roy Dimeo og hans hirð. Þetta ekki náungar sem þú hræðir svo auðveldlega. Þessi Rauðhál sem þótti eiga sveitina lét fara í taugarnar á sér eldstæði sem hópurinn hafði sett upp, ákvað að skjóta viðvörunarskoti í tré aðeins nokkra metrar frá þeim. Þeir sitja hana rólega og eru örugglega bara eitthvað að fá sér eitthvað og þá allt í einu kemur bara eitthvað skot, heyraði skot og það tréð bara, það kemur bara sett greinlega, það verið að skjóta á tréð, þetta klárlega verið að ógna þá. Og þetta eitthvað sem hefði eflaust virkað á uppana frá Yorkville, en þarna má segja að þessi Rauðháls hafi skítið í rjómann. Gengið, það stekkur allt upp og næri í stórskotaliðið og fretarnar viðstöðulaust úr árásarrifflum, vélbyssum og haglabyssum í áttina að frekjunni. Rauðhálsinn getur ekkert annað en skriðið í burtu og sást aldrei aftur í sveitinni. Þarna hitti skrattinn heldur betur ömmu sína.
Tímarnir voru að breytast. Við vorum með hippana þarna á 7. áratugnum sem töluðum frjálsar ástir og svona allt tengt nekt, kynlíf og svona, þetta var ekki sama tabú þetta hefði verið. Á 7. og 8. áratugnum klámvæðing að tröllríða yfir öllu. Það hægt að græða mikinn peninga á sölu á klámefni. Klámmyndir eins og Deep Throat voru oft fjármagnar á mafíunni. Sú mynd kostaði $50.000 en þénaði 600 milljónir dollara. Sem gerir Deep Throat ekki bara tekjuhæstu klámmynd allra tíma, heldur einnig tekjuhæstu mynd allra tíma. Og þetta peningur sem venast allur í vasan á mafíunni. Mafían með puttana í öllu tengt klámi og þessum tíma var alvandamálið miðillinn sjálfur. Það að segja hvernig komum við öllu þessu efni á framfæri. Það var eftirspurn, fólk vildi klám, en þarna við ekki komið með vídeótækin, það ennþá langt í þau og fólk þurfti að fara í bíó, klámbúðir eða fjárfesta sjálft í búnaði, það var þessar 8 mm myndir og þar sem þú varpar þá myndefninu á skjá. Á bannárunum 1920 til 1933 var ólöglegt áfengi aðaltekjulind mafíunnar. Ef það eftirspurn eftir ólöglegri vöru, þá það glæpur að bjóða fram úrval slíkra vöru, sem auðvitað gerist alltaf. Það skiptir ekki máli hvort við séum að tala áfengi, eiturlyf eða klám. Ef það eftirspurn eftir einhverju, þá alltaf einhver sem reynir að koma með framboð. Í byrjun 8. áratugsins var töluverð eftirspurn eftir ólöglegu klámi. Og þar af leiðandi myndast þetta framboð sem við vorum að tala framboð sem skipulagðir glæpir reyna að tryggja í sessi. Times Square var á þessum tíma fullt af klámbíóm og kynlífsverslunum og þeim fylgdi vændi, eiturlyf og alls konar óskapnaður. Það skrítið að því að einhvern komið á Times Square að hugsa til þess að þetta verið svolítið bara eins og Rauðahverfi hérna fyrir ekkert það mörgum árum síðan. Jú, tala kannski 40+ árum síðan. En þetta alveg óhugsandi í dag, þetta aldrei liðið. Eftir þessi taxidræfir þá fer Travis aðalsöguhetjan með Betsy inn í klámbíó við Times Square. Þau voru alveg út allt annað. Já, að fara í klámbíó, það nú örugglega svolítið spesi upplifun. Ég get ekki ímyndað mér að stemningin þar sé aðlaðandi. Það voru nefnilega ekki allir sem vildu horfa á klám umkringdir einhverjum sírunkandi pervertum í kvikmyndasal. Þannig eftirspurn eftir klámmyndum í 8 mm formati jókst mikið á þessum árum. Ásamt Denom þá setti DeMeo á fót upptökuver sem fjölfaldaði klámmyndir í 8 mm formati til að selja fólki til einkanota. Þetta byrjunin á beinu aðgengi að klámmyndböndum til heimanotkunar. Að fjölfalda þessar 8 mm klámmyndir var stór business og það voru margir sem voru að gera þið sama á DeMeo. DeMeo ekki vel við keppinu þetta, þannig hann kúar marga þeirra, lemur þá, lætur lemja alveg í spað, kveikir í upptökuverum, sprengir upp bílana þeirra og allt til þess að fá til þess að hætta þessu. Hann vill vera einn kökuna. Margir vissulega leggja upp laupana og sumir fara jafnvel að vinna fyrir DeMeo. Meðal annars Richard Kuklinski, DeMeo og tvíburarnir, þeir ræna Kuklinski, berja Ísmanninn alveg í spað og endanum fer hann að vinna fyrir þá. En talandi Ísmanninn, bara í guðanabænum ekki trúa 99,99% af því sem sagt þennan mann. Hann var óttalega nobody og með nákvæmlega enga vigt í skipulögum glæpum. Morðingi klikkaður hiklaust, en málið var einfaldlega bara það er búið að dæma fyrir nokkuð morð, hann situr í fangaklefanum og hann svindlari, býr til áætlun það að hann ætlar að búa til þá svona hugmynd sig að hann hefði verið svona dularfulli leigumorðingi í New Jersey sem vann með öllum fjölskyldunum og drap hinan og þennan. Þetta hefur allt verið debönkað. Kvikmyndir sem gerð var hann með rosalegum leikurum, meðal annars leikur Ray Liotta, blessuð sé minning hans, hann leikur Roy DeMeo. Þessi mynd sæmileg en algjör uppspuni. Og við skulum ekkert eyða fleiri orðum í þennan furðufugl.
Það alveg pottet eitthvað af því sem ég að segja hérna er ekki satt. Þetta mikið svona munnmæli, þetta eru oft svona kjaftasögur. Það alveg pottet eitthvað kjaftasaga sem ég vitnaði í sem ekki sönn, en það verður ekkert hjá því komist. En með að nálgast eitthvað það sem hefur komið frá Richard Kuklinski, það ekki hægt, hann algjörlega ómarktækur, hann hefur logið það miklu. Eins og með allt sem DeMeo tekur sér fyrir hendur verður Gatsi að fá sinn hlut af og hann kemur inn í klámbransann sem silent partner. Þegar koma svona lög var Gatsi mjög íhaldsamur. Hann lét DeMeo algjörlega sjá þennan hluta til að byrja með. Gatsi var ekki vel við þetta og margt af þessu sem DeMeo var, hann var með til dæmis ásakar að hafa farið með barnaklám, dýraklám og annað slíkt, hún var alveg sama. Hann gerði allt saman svo lengi sem hann fekk borgað fyrir þetta. Það nefnilega að segja margt ljótt DeMeo, heimskur var hann ekki. Til hvers að finna upp hjólið, hugsaði hann. Í staðinn finn ég bara þann sem græði mestan peningin í þessum bransa og smá saman tekið þetta allt saman yfir. Það var nákvæmlega það sem DeMeo gerði. Hann fann klámsala sem var að raka inn fé og eins og sníkjudýr sem á endanum drepur hýsil sinn, gleypti DeMeo allt saman. Klámmógullinn Paul Rothenberg var búinn að græða milljónir á bransanum þegar hann hitti DeMeo árið 1972. Rothenberg búinn að koma sér upp alþjóðlegu klámneti og sendi reglulega klámefni heimsála á milli. DeMeo fundar með Rothenberg sem í fyrstu hlær af boði hans að vera viðskiptafélagar. Þetta ekki fyrsta eða seinasta skipt sem DeMeo þarf að beita sannfæringarmætti sínum í búningi 357 Magnum sem hann treður upp í fési á Rothenberg. Þar sem Rothenberg að stunda ólöglega iðju getur hann ekki farið til lögreglunnar og ákveður í staðinn að gera Gatsi og DeMeo viðskiptafélögum. Það var í raun og veru eina í stöðunni. Lögreglan á þessum tíma búin að fylgjast með Rothenberg sem seldi 1.008 mm klámkvikmyndir á hverju ári. Þeir hleruðu símann hjá honum og einu símtalinu var Rothenberg að kvarta yfir því að vera fjárkúgar af mafíunni. Bara á þessum árum heyra orðið mafíu vekur áhuga lögreglunnar og ári eftir að hafa kynnst DeMeo Rothenberg handtekinn og lagt hald á 500.000 kvikmyndir og $250.000 í peningum. Með öðrum orðum, Rothenberg búinn að vera. Lögreglan rannsakar alla starfsemi Rothenbergs og kemst fljótlega að því að DeMeo tengist starfseminni. Á sama tíma hafa þeir félagar, Gatsi og DeMeo, eðlilega miklar áhyggjur á stöðunni. Ef Rothenberg eða eitthvað hans fólki ákveður að gerast uppljóstrarar eru þeir í afar slæmum málum. Það nokkuð ljóst að lögreglan ætlar sér að ná til þeirra í gegnum Rothenberg. Rothenberg sjálfur smáfiskur í hliðina á hákarli eins og Gatsi. Smá saman lætur Rothenberg undan þrýstingi og ákveður að vinna með lögreglunni. Þetta frétti Gatsi í gegnum net sitt af spilltum lögreglumönnum. Þetta einmitt það öryggisnet sem mafían gefur. Cosa Nostra með arma sína bókstaflega út allt kerfið og frétta oft fyrstir manna ef nöfn á meðlimum þeirra rennt í gegnum kerfið. Rétt fyrir dauða DeMeo, 83, sýndi rannsókn FBI að hann var með 5 NYPD lögreglumenn á launaskrá. Einn af þeim var DeMeo búinn að borga í meira en 10 ár. En allavega, Rothenberg gerir svo fatal mistök þegar hann hættir við að vinna með lögreglunni og segir saksóknaranum kokraustur að éta skít. Hann ákveður bara að ég get unnið þetta mál, ég ætla ekki, ég hættur við að hjálpa ykkur að ná mafíunni. Þetta bara orðið allt of seint fyrir klámsalan, það búið að grafa gröfina, kalsíumhydroxíð komið í fötur og byssurnar tilbúnar. DeMeo hefði eflaust drepið Rothenberg hvort sem af hverju taka sensin á því að hann tali. Staðan þannig fyrir Rothenberg að eini möguleiki hans á að lifa þetta allt saman af í raun og veru að fara að vinna með stjórnvöldum með einfaldlega bara stinga af, fljúga eitthvað til annars lands. Þá þetta ekki einu sinni óöldum. Mafían hefur alveg látið drepa fólk þvert yfir heimsálfur. En Rothenberg látinn laus gegn tryggingu og DeMeo boðar hann á fund. Þrátt fyrir að vera í afneitun stöðu sína var Rothenberg ekki algjör fábjáni. Hann vill hitta DeMeo á opinberu vettvangi og þeir ákveða að hittast á matsölustað á Long Island. Þetta var staður sem þeir hefðu oft áður hist á og borðað. Á þessum tíma var 32 ára gamall Roy DeMeo ákveðinn í að fremja sitt fyrsta morð.
Það má segja hann hafi verið late bloomer eða seinþroska morðingi miðað við hvað hann endaði á því að drepa marga. DeMeo mætir klukktíma fyrr og bíður eftir því að Rothenberg mæti á svæðið. Rothenberg mætir 20 mínútur fyrir fundinn en DeMeo grípur hann áður en hann fer inn í veitingastaðinn. Þeir fara inn í húsasund bak við veitingastaðinn þar sem DeMeo myrðir Rothenberg með skammbyssu með hljóðdeyfi. Gatsi hafi tjáð DeMeo að hann yrði að skjóta minnsta kosti einni kúlu í höfuð fórnarlamba til að vera viss að þeir séu dauðir. DeMeo skaut Rothenberg 3 í höfuðið. Sagan segir að þetta morð hafi verið eins og hálfgerð fullnæging fyrir Roy DeMeo. Glæpamenn slúðra oft sín á milli og ýkja gjarnan illverk sín til að auka orðspor sitt á götunni. Þú kemst alltaf mjög langt á orðsporið þínu og flökkusögur gróf ofbeldisbrot og jafnvel morð getur þýtt að menn einfaldlega lyppist niður og mótmæla engu sem viðkomandi segir eða gerir. Samkvæmt vitnum þá ljómaði DeMeo allur þegar talið barst að þessu morði. Það var eins og hann væri búinn að finna fjölina sína. Flestir eru drullu stressaðir eftir svona einhver morð sem er náttúrulega óhjákvæmilegur fylgifiskur skipulagðra glæpa. En DeMeo var ekkert stressaður, hann var ekkert að spá í neinu. Hann virkaði bara á vini sína eins og krakki sem var að bíða eftir jólunum með afmælinu sínu eða eitthvað. Hann ljómaði allur eftir þetta morð. Skipulögðum glæpum er morð alltaf valkostur, en ekki eins ákjósanlegur valkostur og margir halda. Það er sérstaklega núna með allri þessari nýju tækni sem lögreglan ræður yfir, mjög mikið vesen að drepa einhvern. Það er blessunarlega alltaf að vera erfiðara að komast upp með morð. Þetta var vissulega auðveldara á 8. áratugnum að komast upp með morð, en það átti samt alltaf að vera seinasti valkosturinn samkvæmt reglubók Cosa Nostra. Mafíósar vissu alveg að of mörg morð þýðir bara einfaldlega of mikil afskipti frá lögreglunni. Þess vegna þurfa meðlimir mafíunnar að fá leyfi fyrir morðum og menn hafa verið myrtir fyrir að fara ekki eftir þessari reglu. Orðið á götunni er að í dag árið 2023 eru morð svona semi-bönnuð á Cosa Nostra New York nema í algjörum undantekningatilfellum. Áhættan er bara of mikil. Þú ert lamin í spað en helst ekkert meira en það. Sumir halda aðild að mafíunni gefi þér frítt spil til að gera allt sem þið listir. En svo er hins vegar ekki. Það eru reglur og þeim ber að fylgja. Meðlimir mafíunnar og meira að segja stjórar hafa verið drepnir fyrir að fara ekki eftir þessum reglum. En þetta er ekki eins og þú komist inn í mafíuna og þá er það bara eitthvað tromp að þú sést ósnertanlegur og getur gert allt sem þú vilt. Það er alls ekki þannig. Árið 1973 og Roy DeMeo er búinn að koma upp höfuðstöðum í Gemini kránni í Flatland hluta Brooklyn. Kráin var alltaf vinsæl. Það var hljómsveit eða trúboður kvöldin og þú gast keyptir hefðbundinn kráamat. Gemini kráin átti sína fastagesti, meðal annars nokkrar löggur sem höfðu ekki hugmynd hvað átti sér stað þarna á hæðinni fyrir ofan eða inn á skrifstofunni. Fyrir utan tvíburturna þá er engin blettur í New York verið vettvangur eins margra morða og í 4021 Flatlands Avenue. Þarna voru menn myrtir, bútaðir í sundur og svo losa sig við líkamsleifarnar í Fountain Avenue landfyllingunni í Brooklyn, sem var eins konar kirkjugarður mafíunnar alveg frá því fyrir tíma Murder Inc. á 5. áratugnum. Á 8. áratugnum var töluverð aukning á glæpum og þá sérstaklega ofbeldisglæpum. Eiturlyfjaneysla hafi aukist svona fljótlega eftir Víetnamstríðið. Úr Víetnam komu 100.000 hermanna sem margir hverjir voru háðir eiturlyfjum. Heróín og seinna með kókaín tröllreið öllu og ásamt slíkri neyslu fylgja alltaf glæpir. Mafían gegnum Friends og seinna með Pizza Connection sáu Nicky Barnes og heróínsölunum í Harlem fyrir eiturlyfjum. Spillane og seinna með Vesties voru að gera allt brjála í Hell's Kitchen og fólk þorði varla að taka lestina eftir hefðbundnum vinnutíma af ótta við unglingagengi. Sérstaklega var ástandið slæmt í Suður-Bronx-hverfi þar sem íkveikjur og skotárásir voru daglegt brauð. Lögreglustöðin þar var oft kölluð hinna Fort Apache. Þetta var eins og hálfgert stríðsástand í Suður-Bronx. Borgin var hálfgert Sodom og Gomorra á þessum tíma. Fólk var hrætt og sori á hverju horni. Klám var út allt, klámbíó, vændishús, kynlífsverslanir og swingerklúbbar á hverju horni, sérstaklega nálægt Times Square. Ítalska mafían var með ítök í öllum viðskiptum í New York, ekki bara ólöglegum.
Miðjan 8. áratuginn var mafía með veruleg ítök í byggingariðnaði, fataiðnaði, verkalýðsfélögum og fleiri atvinnugreinum. Klám var vaxandi iðnaður og auðvitað vildi mafían sinn hluta. Í New York var klám ennþá ólöglegt en það voru til leiðir að komast hjá því. Menn kölluðu þetta fræðsluefni eða heimildarmyndir og svo framvegis. Það var oft í bíó, mann úti voru oft heimildarmyndir kynlíf eða getnað frá jafnvel Danmörku og Noregi. Voru sýndar undir því yfirskini að þetta var verið að fræða, menn voru náttúrulega bara að koma hana til þess að flengja apann. Með við ástandi í New York á þessum árum voru yfirvöld ekki að leggja einhverja ofuráherslu á að berjast gegn klámi, en þeir fóru engu síður reglulega af stað og reituðu meðal annars klámbíó og fleira. Grey P.V. Herman fór nú einmitt illa út úr einni slíkri lögregluaðgerð. Reutemeo kunni að haga seglum eftir vindi. Þegar hann var heima hjá sér í yfirstéttarhverfinu á Long Island var hann viðkunnanlegi nágranni sem bauð öllum góðan daginn og reyndi að vera eins tillitssamur og hann gat. Að falla inn í hópinn í Long Island var mikilvægt og það vissi Demeo. Þrátt fyrir að fá sér oft kókaín með kaffibollann á morgnana lifði hann frekar venjulegu lífi þegar hann var heima hjá sér. Ekkert partístandi eða yfirgangur sem hann hefði auðvitað komist upp með. Demeo vissi að góðir nágrannar gætu komið á góð notkun seinna með. Og það væri algjör óþarfi að skapa óvinni þar sem maður sefur, étur og skýtur. Í bókinni For the Sins of My Father talar Albert mikið föður sinn, svona hvernig hann heima hjá sér. Roy lagði mikla áherslu á menntun og börnin væru læs, þótt hann hafi sjálfur ekki vilja afla sér æðri menntunar, þá ættu börnin hans að minnsta kosti að fá tækifæri til þess ef þeir vildu. Það þurfti allir að lesa. Það var ein bók á viku og þau voru einfaldlega sett í útivistarbann ef þau fóru ekki eftir því og hann spurði þau reglulega út í bækuna sem þau lása, því sjálfur las hann mjög mikið. Hann lagði mikla áherslu á það að missa aldrei einum afmælum og neinu svoleiðis. Dætur hans spiluðu í píanó í skólan, svona sýningu, þá var hann mættur, eða þegar sonar hans var að hafnaboltaleikjum, þá var hann mættur og oft samnýtti hann fundina með hinum glæpunum og einhver svona afmælum og stórviðburðir. Segjum sem svo að Albert hafi verið að spila leiki í hafnabolta. Það voru mættir allir, þannig að allt gengið var bara mætti í áhorfenda stúkuna og þeir voru að ræða ókristilega hluti meðan sonur hans var að gera home run. Sama leyti þegar það voru afmæli eða Thanksgiving eða eitthvað svona hátíðadagur, það var bara einfaldlega að boða til veislu hjá Demeo og allt gengi bara þurfti að mæta. Þetta var ekki valkostur, þú ættir að mæta bara. Þannig hann þarna, börnin hans eru að leika sér við ykkur að trúða og blása upp blöðrur og þá fer gengi hérna inn í bílskúrinni eða inn á skrifstofu að ræða morð og glæpi. Þannig allir í innsta hring gengisins, tvíburarnir Henry, Denome og fleiri, þeir þekktu allir fjölskyldu Reutemeo. Þetta voru börnin hjá Roy kölluðu þá frændur og svo framvegis og þetta voru vinir fjölskyldunar. Eiginkonar þekktust allar og það þannig sem Reutemeo vildi hafa þetta. Fjölskylda Reutemeo á yfirborðinu bara leit ágætlega út og þrátt fyrir eiga frábæra konu og frábæra fjölskyldu þráði Demeo ekkert meira heldur en að vera innvígðurinn í Gambino samtökin. Stærstur hluti yfirstjórnar Gambino fjölskyldunar var ættur frá Sicily á þessum árum og það var ákveðinn hroki í garð manna eins og Demeo sem komu frá Meilandinu. Demeo fjölskyldan var frá Napoli. Cosa Nostra Sicilísk hugmynd og þótt að nóg að vera frá Ítalíu, þá svona hvernig ég orða þetta, ekstra flott að vera frá eyjunni. En það var auðvitað fullt af meðlimum Cosa Nostra frá Meilandinu meðal annars Scotti bræðurnir, þeir eru frá Napoli. Flestir hefðu veðjað á að Reutemeo yrði fljótlega vígður inn í mafíuna. Hann var það sem kallað bardagarefur, ekki bara morðingi, heldur einnig örner eða þénari sem sendi fúlgur fjár í hverju mánuði upp píramídann. Þetta snýst jú á endanum allt peninga. Ástæðan fyrir því að Demeo komst upp með svona mikið var fyrst og fremst vegna þess hve mikinn pening hann þénaði fyrir Gacci og Gambino fjölskylduna. Á þessum tíma voru í raun 3 meginhlutir sem þú þurftir að uppfylla til að vera innvígður frá Associate
yfir í meðlim Cosa Nostra. Þú þarft sponsor úr fjölskyldunni, sem í tilfelli DeMeo væri Gazzi. Þú þarft að þéna pening, sem DeMeo svo sannarlega gerði. Það var enginn sem þénaði eins mikinn pening fyrir yfirstjórnina á þessum tímum. Síðast en ekki síst var það morð. Þú þurftir helst, það voru undantekningar á þessari reglu, en helst þurftir þú að drepa eitthvað fyrir samtökin, sem var eitthvað sem DeMeo var þegar búinn að gera þegar hann drap Rothenberg. Metnaður var það mikill hjá DeMeo að þegar aðalarinn Lucchese fjölskyldunar vildu sponsora hann, sagði hann einfaldlega takk en neita. Hann var með augun á Gambino og taldi sig geta þéna meiri pening hjá stærri fjölskyldunni. Í Gambino og Genovese fjölskyldan hafa alltaf verið stærri heldur en hinnar 3 fjölskyldunar. Stolnir bílar voru alltaf aðal tekjulind DeMeo-hópsins. Í kringum 1970 var bílaðurinn allt öðruvísi en hann í dag. Til dæmis var milljónkróna-bíll helmingi meira virðis í pörtum og varahlutir voru almennt dýrir. Þannig margir á stolnu bílunum hans DeMeo voru teknir í sundur og var glæpahópurinn með tengslin í fjöldan allan á verkstæðum í New York. Einnig seldi DeMeo glæsibifreiðar til Kúveit, þar sem nýríkir olíufurstar elskuðu nýtísku sportbíla og borguðu vel fyrir slíka. Leigubílstjórar í flóríkjunum kunnu vel að meta ameríska bíla þar sem þeir voru með góða loftræstingu og keyptu mikið af DeMeo. Bílaáhugamenn eins og Denome og Patti Testa, yngri bróðir Joey Testa, voru með verkstæði sem tóku við öllum bílum, þar á meðal stolnum bílum. Einnig var Rosenberg alltaf afkastamikill með sitt verkstæði. Þessi stolni bílarhingur var sá stærsti í Bandaríkjunum á þessum tíma, gríðarlega umsvifamikill. Það hafa ófáir glæpamenn fallið vegna skattalagabrota. Frægastur af þeim líklegast Al Capone. Skattayfirvöld hræddu DeMeo og hataði hann IRS fulltrúa næstum jafn mikið og hann hataði lögreglumenn. DeMeo var náttúrulega eins og áður hefur komið fram, hann var alltaf A-nemandi, þannig að hann átti ennþá og hélt sambandi við fullt af vinum sínum úr A-bekknum og þetta voru menn sem voru lögfræðingar og svona læknar og mikilsmetnir þjóðfélagsþegnar. En einn vinur hans fékk vinnu hjá skattayfirvöldum og alltaf þeir voru eitthvað bekkjamót og þeir spiluðu keilu saman gömlu vinir, þá DeMeo alltaf mættu til þess að pumpa hann einhver leyndarmál. Á þessum tíma þá veit fólk ekkert svona alveg hvað í gangi hjá honum DeMeo, en þeim farið að gruna ýmislegt, þannig að skattafulltrúinn hann lét ekki plata sig. Hann yfirgaf alltaf samkvæmið að DeMeo var of afgangsharður. Það sem gerist það að þessi vinur hans, hann deyr svo skyndilega, langt fyrir fertugt, hann er eitthvað 30 held ég þegar hann deyr. Og sagan segir að DeMeo hafi ekki gert annað í jarðarförinni hans en að blóta honum í sand og ösku. Hann talaði bara illa hann. Þannig hann var meira að segja á þessari stundu var hann ekki tilbúinn að fyrirgefa þessum gamla vini sínum fyrir að hafa ekki leyft sér að spilla sér. Það er það sem DeMeo var í raun og veru mjög góður í. Hann var mjög góður í því að spilla og eitra fólki, fá fólk undir sig, fá fólk til þess að brjóta þau viðmið og gildi sem þau sjálf trúðu á. Peningaþvætti hefur alltaf verið stór hluti af skipulögðum glæpum. Ef þú ert með hrúga peningum og þú getur ekki gert grein fyrir þeim, þá er mun erfiðara að eyða þeim en ella. Til þess að þvo peningana sína byrjaði sem sagt DeMeo að koma undir sér hinum þessum fyrirtækjum. Hann átti bílasölu, veitingastæði, tannlæknastofu, flóamarkað og fleiri smá og meðalstór fyrirtæki. En það var ekki nóg og árið 1972 var DeMeo kominn inn í stjórn Brooklyn City Union sem var samfélagsbanki í hverfinu. Já, ungur upprennandi mafíósi er orðinn stjórnarformaður í banka. Það hefur ekki einu sinni gerst á Íslandi. En allavega, meðal stjórnarmanna í bankanum þá eru hinir þessi náungar og svona lögfræðingar og svona og þeir fara að gruna eitthvað skrítið með hennan DeMeo. Hann meira sér lagði fram þá tillögu í fúlustu alvöru að þeir myndu lána þekktum eiturljósmyglurum pening sem þeir myndu svo borga með mjög háum vöxtum tilbaka. Og þetta var auðvitað ekki samþykkt og stjórnin leitaði til FBI og tilkynnti til alríkislögreglunnar áform DeMeo lánalínu til glæpamanna. Nú er nafnið á DeMeo komið í hattinn
og FBI byrjaði að sníklast í kringum hann. Að fá FBI á eftir sér er það versta sem getur gerst. Þeir hafa fjöldan allan á úrræðum og mafían hefur ekki nein ítök innan alríkislögreglunnar eins og þeir hafa innan NYPD. Þetta hefði getað virkað fyrir DeMeo en hefði verið rólegri og ekki legið svona á að spilla bankastjórninni. Þeir eru einfaldlega hræddir og þetta eru tiltölulega heiðvirðir einstaklingar sem fara ekkert eftir þessum göturöglum sem DeMeo spila eftir. Og hvað gera þeir? Hlaupa auðvitað skíthræddir til yfirvalda. Eftir morðið á Rothenberg þá er DeMeo farin að setja pressa á Gatsi í sambandi við inngöngu í Gambino-fjölskylduna. Hann er að því að ná búinn að sýna að hann geti myrt fyrir samtökin. En það sem var í gangi á þessum árum, það var í raun og veru samantekið ráð. Það er eitthvað sem heitir The Commission eða ráðið, þar hittast helstu framamenn í Cosa Nostra og þeir svona leggja öðrum fjölskyldum línurnar. Þannig hver fjölskylda, hún er auðvitað sjálfstæð, en hún getur ekki alveg gert allt sem hún vill. Og það var ákveðið 1950 eitthvað að hægja verulega á inngöngu manna inn í mafíuna, innvígðir eða made members. Það var mjög fáir, kannski 20 ár, það voru mjög fáir nýjir mafíósar teknir inn í fjölskyldunar. Það var ákveðið að hægja á öllu þessu ferli. En DeMeo, já, lífið heldur áfram og eins og áður hefur komið fram þá var hann þrátt fyrir allt saman frekar vel lesinn einstaklingur. Og uppáhaldsbókin hans var Prinsinn Niccolò Machiavelli. Í bókinni er dregin upp mjög neikvæð mynd af mannfólki. Talar að menn séu almennt eigingjarnir, svikulir, kjarklitlir, gráðugir og þó fyrst og fremst heimskir. Machiavelli talar að stjórar eða foringjar eins og DeMeo stefnir á að vera ætti að notfæra sér þessa galla mannskepnunnar til þess að vekja ótta við sig. Það er mismunandi hvernig fólk túlkar þessa bók en DeMeo túlkar hana þannig að það er betra að vera óttaður en elskaður og lifði hann svo sannarlega eftir þessari reglu. Því miður voru bækurnar lokar á þessum árum. Það var ekki verið að taka inn neina nýja meðlimi. Gatsi gerði DeMeo það alveg ljóst að til segja einhver að vonum fram í Gambino-fjölskyldunni yrði hann að vekja athygli á sér. Á þessum árum er Carlo Gambino sjálfur ennþá við stjórnvölinn og veit ekkert hver DeMeo er. Það er einfaldlega eitt sem DeMeo verður að gera til að vekja athygli á sér og það er að senda upp píramídann nógu mikinn pening svo yfirstjórnin taki eftir honum og geti ekki annað en vígt hann inn í fjölskylduna. Fyrrum eigendur Gemini Lounge voru á leiðinni í þrot þegar DeMeo mætir með pening til að halda rekstrinum áfram. Kráin var ennþá skráð á fyrrum eigendur en DeMeo fór með öll lyklavöld. Þetta er algengt fyrirkomulag í undirheimunum og gömlu eigendurnir vissu alveg hvað klukkan sló og gátu ekkert annað en spila með. Hvað ættu þeir að fara að gera? Kvartir, þeir eru búin að þiggja peninginn, þetta er engir hálfvitar, þeir vita alveg hvað er í gangi, halda áfram að fá eitthvað pening fyrir það og þeir sögðu bara já og amen. Fyrstu sinn var Kráin bara höfuðstöðvar DeMeo hópsins, þeir hittust hann og héldu fundi og svona, en eftir nokkur ár fóru þeir að lokka til sín fórnarlömb og þróuðu með sér Gemini aðferðina. Í stuttu máli fólst Gemini aðferðin í því að viðkomandi var myrtur, hann var tekinn í sundur á gróteskan hátt í íbúð fyrir ofan kranna og líkamslega hún svo fargað. Ekkert lík, engin glæpur, corpus delicti. Byggingin sjálf var reist 1954 og 300 fermetrar á 2 hæðum. Á neðri hæðinni var krá og efri íbúð og skrifstofur. Viðskiptavinir voru mest írskir og ítelskt millistétta fólk, blue collar, postmenn, iðnaðarmenn, slökkviliðsmenn og meira að segja löggur stunduðu krána. New York Mets hefur alltaf verið vinsællega í Brooklyn heldur en Yankees og aðdáendur liðsins hittust þarna og horfðu á leiki. Trúbadorar spiluðu reglulega og stundum voru haldin rockkvöld með öllu því sem fylgdi. Albert DeMeo talar hve dimmt hefði verið inn í kránni og þannig vildi pabbans hafa það. Roy vildi geta mælt út fólk áður en að augu þeirra vöndust myrkrinu og reyna að þefa úti hugsanlega leynilögreglumenn. Þú sem labbar inn í eitthvað myrt herbyggi og við veit alveg hvernig þetta er, úr smá tíma að ná áttum og þannig vildi DeMeo hafa. DeMeo satt í horninu og fylgdist með þeim sem kom inn
og reyndi svona að lesa það. Það var aldrei hægt að þefa út leynilögreglur með fullri vissu, en DeMeo talaði það að það var oftast smáatriðin sem opinberið þá. Ódýrir skartgripir og kannski ódýrt bindi, en sérlega skórnir. Alvöru mafíusi í rándýrum skóm, oftast ítölskum, en það eitthvað sem leynilögreglurnar klikka oft á. Þeir eru að spara eins og geta, eru náttúrulega undir einhverju budgeti og halda enginn muni taka eftir skónum. En heilt yfir ótrúlegt hvað DeMeo-hópurinn fekk að starfa lengi tiltölulega óáreittur. Þarna kom einmitt samband þeirra í lögreglunni á góðum notum. En það var eitthvað sem DeMeo lagði mikla áherslu á. Það var að ná sér í tengsl meðal lögreglunar. Barþjónninn Jackie fylgdi með kaupunum á Gemini Lounge. Risastór Íri sem vann einnig við að halda uppi lögum og reglum á staðnum. Þannig hann var sem sagt svona barþjónn, dyravörður. Á miðjum aldri, hann verið 50 eitthvað ára þegar DeMeo kaupi staðinn. Albert DeMeo talar mjög vel Jackie sem breyti alltaf svip þegar hann mætti á svæðið. Eðlilega reynir þú að vera ekstra góður við son Roy DeMeo. Það bara svoleiðis, en hann var kannski, Albert talar það, hann hann nýbúinn að grýta einhverjum rónanum út mjög harkalega. Svo kemur hann hana og þá brosir hann og fíblast í honum og knúsar hann. En þannig Albert farin að fatta að pappa sér eitthvað. Það kom allir alveg ekstra vel fram með hann. Menn sem almennt ekkit fyrir börn eru svona að sleikja hann upp og biðja hann að skila sem sagt kveðju til föðursins og eitthvað svoleiðis. En hann lýsir þessu nokkuð vel í bókinni sinni, hvernig Gemini Lounge var. Það voru oftast 10 borðana inn á staðnum og lítið svið fyrir hljómsveitina ásamt dansgólfi. Það var auðvelt að breyta til og þegar var rokkhljómsveit að spila eins og gerðist reglulega, þá var dansgólfi stækkað, voru borð tekin og færð bakvið. DeMeo satt alltaf á sama stað, með baki við vegginn, við sama borð við enda á kránni, á upplyftu gólfi með útsýn yfir allan staðinn. Þetta svona eins og eins konar hásæti. Í gegnum árin voru það helst 4 menn sem sáu allt ofbeldið og ásamt DeMeo sjálfum. Það voru Chris Rosenberg, Joseph Testa, Anthony Center og Henry Borelli. Tvíburarnir voru aðeins 18 ára gamlir þegar þeir gera sig heimakomin á Gemini Lounge. Þeir voru á þessum árum svona 1973 og upp úr nánast eins og hluti af innréttingunni. Þeir voru alltaf. DeMeo gerði eins og svo margir hafa gert á undan honum, byggðu upp þessa áhrifagjörnu unglinga til þess eins að geta gert þá á sínum persónulegu fótgönguleið. Hann nú bara grúmaði þá, byggði þá upp, gaf þeim pening, var alveg svona raun ágætis föðurímynd fyrir þá. Hann miklu eldri en þeir. En hann krafðist líka mikils af þeim. Þú varst að vera fullkomlega trúr honum og hann var ekkert kjaftaði. Þú þurftir að hlýða honum í einu og öllu. Já, ég hef mér talað þetta hérna fyrir myndbandinu að þetta var ákveðin taktík á DeMeo. Margir í þessum heimi, eins og til við tökum daginn Bernino Gazzi, hann vildi helst ekki að neinn af hans glæpavinnum vissu eða helst ekki hvað börnin hans hétu. Hann vildi ekki blanda þessu tveimur saman. En DeMeo var með aðra nálgun. Það sem DeMeo gerir, hann býður alltaf Center, Testa og öllum genginum, Rosenberg, Henry Borelli, hann leggur ástað þá að þeir mæti heim til sín í alls konar veislur og þeir kynnist fjölskyldun og verður hluti af fjölskyldunni. Hvort það hafi verið meðvitað hjá honum, en mér svona líklegt, nú þetta bara svona mín tilgáta að með því að gera það á svona hluta af fjölskyldunni og opna sitt heimili fyrir þeim, þá hann að draga úr líkunum á því að þeir munu svíkja hann í framtíðinni. Þeir voru miklu meira en bara vinnufélagar. Tvíburarnir voru, minnsta kosti, þeir voru ekki þeir klárustu. Þeim gekk að minnsta kosti ekki eins vel á DeMeo í grunnskóla. Þrátt fyrir skort á bóklegu viti kunnu þeir vel á götuna og sýndu alltaf ákveðið frumkvæði í afbrotum. Þeir græddu pening og voru svona kannski ekki ósvipaðir og DeMeo, bardagarrefir. Þeir kunna að beita grófu yfirdrifnu ofbeldi
og þeir gátu líka grætt pening, sem er ekkert algengt í þessum heimi og ert yfirleitt bara með annað af þessu. Eftir að DeMeo-hópurinn var leystur upp eftir morðið á Roy DeMeo, þá var allt krúið ekki með vinsælt meðal Gambino mafjósa. Paul Castellano vildi helst ekkert vita þeim. Þeir voru búin að koma fjölskyldunni í þvílíkt vesen með ruglun í sér, sko. Tvíburunum voru með þess að Paul Castellano var alveg að spáði að drepa það á sínum tíma, en hann ákveð frekar bara svona að sleppa takinu að þeim. En það stoppaði ekki tvíburuna af. Þeir réðu einfaldlega önnur mið og það eru 4 aðrar fjölskyldur í New York og á nokkrum árum urðu þeir innviðir inn í Lucchese mafíuna. Vika Musso, guðfaðir fjölskyldunar og hægri hönd hans, Gaspar Casso, kunnu vel að meta hæfileika þeirra. Góður leiðtogi hífur upp þá sem standa honum næst, en það gerir það samt þannig að þeir gleymi ekki hver ræður. Unglingarnir Testa og Center urðu þá stórhættulegum mönnum undir leiðsögn Rosenbergs og svo DeMeo, tvímælalaust eitt banvænasta tvíeykið í sögu Cosa Nostra. Þeir þróuðu með sér tungumál og látbragð sem enginn nema þeir tveir skildu. Lögreglan botnaði oft ekkert í því hvað þeir voru að tala þegar þeir lágu yfir leynilegum hljóðupptökum af þeim. Þeir sátu við eitthvað borð og voru að ræða eitthvað og þeir voru búin að finna svona slangur hluti og notuðu mikið handabendingar og svona, þú veist, þannig að þú varst kannski með það á teipi að ræðum glæpi, en lögreglan gat ekkert nota þetta var bara eitthvað bull sem þeir voru með í höndunum. Þó nokkuð vitni hafa talað að Center hafi verið skárri týpan en Testa. Center var bara einfaldlega illa farinn eftir áralangt ofbeldi og slæmt uppeldi heima fyrir. Hins vegar virtist Testa vera slæmur að eðlisfari. Einn fyrrverandi vinur hans líkti honum við karakterinn Patrick Bateman úr kvikmyndinni American Psycho. Það var erfitt að lesa Testa og falska brosi hans passaði ekkert í augun í honum, sem voru líflaus og dimm eins og í dúkku. Þeir þóttu vera myndarlegir, báðir tveir, miklir kvennamenn. Testa meira svona með þetta klassíska svona útlit, svona ekkert ósvipað á ítalskur tenor. Á meðan Center hann var dekkri og svona kannski dularfyllri, en konur kunna virkilega vel að meta á báða og ef þeir hóðu í konum, það var bara svoleiðis. Eins og náttúrulega svo margir sem áttu peninga á þessum tíma. Þeir gátu vel skrúf frá sjarmanum þegar þeir þurftu, en það var alltaf stutt í ofbeldið. Menn lærðu að vita hvenær þeir ættu að láta sig hverfa ef þeir væru búin að kóka yfir sig. Það kom oft svona eitthvað creepy bros yfir Testa og þá var alltaf eitthvað að fara að gerast. Testa hafði oftast frumkvæði og Center fylgdi með. Testa var alltaf með hníf á sér og hafði beitt slíku vopni fyrir sér margoft. Það kom því vel á vondan þegar Testa sjálfur var stunginn og lungu hans féllu saman. Það háði honum alltaf í gegnum árun og hann kvartaði verk þegar hann dró djúpt andann. Þrátt fyrir léleg lungur reykti Testa pakka á dag. Og ef ykkur reyndi að kvartaði mikið við lungunum og ykkur reyndi að stinga upp á því, að ætti nú kannski eins að fara að draga á reykingunum, þá fór hann bara að tala með eitthvað annað. Center apaði alls konar takta upp eftir Testa. Ef Testa fór úr Cadillac Coupe de Ville yfir í Buick Riviera, þá gerði Center hið sama. Þeir klæddu sig svipað og fór út með konum af sama sauðrúsi, meira þess að barnsmæður þeirra eru líkar. Mafían var allt fyrir þeim. Meira þess að í dag eftir einhver plús 30 ár í fangelsi neita þeir svo mikið sem að viðurkenna tilvist mafíunar. Þeir bara hlæja að þessu og þeir hafa aldrei viljað veita neinn viðtölu neitt. Það er fullt af mafjósum í dag sem alveg að græða pening á YouTube og svona og þeir hafa að minnsta kosti hingað til ekki vilja sjá. Þeir hafa aldrei kjaftað eða gert sér líklegan til þess að vinna með yfirvöldum. En það eru þó bara fréttir, alveg glóðvolgar frá því núna bara í haust, en það er búið að staðfesta það að Center, hann verður látinn laus einhvern tímann á næsta ári og fer á skilorð. Margir eru hissað við þessar fréttir, en hann er sem sagt að losna ólíkt Testa sem er líklega stegi í fangelsi. Það kom orðrúmur upp að Center hafi kjaftað frá, en mafíusérfræðingar sem ég tek mikið marka á segja svo sé ekki. Það er einfaldlega tæknileg ástæða fyrir því að hverju Center verður bráðlaus en ekki Testa. En það væri náttúrulega athyglisvert ef hann myndi einfaldlega opna sig einhvern tímann á næsta ári og byrja bara að blaðra. En það kemur heldur ekkert á óvart að hann
færi bara beint aftur í lífið, myndi byrja að vinna með Luke Casey fjölskyldunni. Annað sem nú gerst, menn hafa komið eftir áratugi í fangelsi og byrja að vinna með, bara hoppa beint inn í Luke Casey fjölskylduna. Þú fær alltaf ákveðna vigt, með öllum fjölskyldum í raun og veru. Matthew Madonna, heitir því skemmtilega nafni Matthew Madonna, hann var negldur einhvern tíma fyrir 1980, var hann að selja Nicky Barnes heroin, hann sá honum fyrir heroinni, hún er stungin, hann situr inn í ykkur 30 ár, kemur út, ég held að hann hafi verið nálægt 8 þegar hann kemur út, og hann fyrir beint í að vera svona, eins og kalla acting boss, og það er til dæmis nýbúið að stinga honum aftur inn. Þannig ég að segja að það er ekkert ólíklegt að Sender, hann er bara hoppi beint inn í einhverja valdastöðu hjá Luke Casey mafíunni, af því hann er svo sannarlega búinn að sýna það að hann kann að halda kjafti. Þá er öðrum hlutar lokið, 3. hluti er á leiðinni. Takk fyrir í bili.